vinapari og það kemur, við erum á einhverju spænskri vínegru og það kemur einhver Pablo og segir við konu vina míns heyrðu, viltu ekki koma með mér? Við getum farið 2 og kíkt eitthvað og vinur minn segir heyrðu, hvað er það að spá? Hvað er það að gera? Og ég fær að stíga inn svona, heyrðu, leiðum að kíkja í pakkan og það því að það er eitthvað sem að er sko náttúrulega rótgróð og það er umræðan þetta er alltaf eins og þessi heiti Pablo sé bara eitthvað svona sem er sjálfsagt eitthvað sem að kona vina míns eigi að vera að kíkja á ef þetta væri betra fyrir hana og hann eigi ekki að vera svona í mótstöðu við það og því að það er bara að tala nei, hann er að deila þið eru að deila sko já. og ég eitthvað svona, nei, sko, þú veist, hættu að nota þessu orð, þú ert bara, þú veist, það er hluta fullveldinu, dómsvaldinu, löggjafarvaldinu, framkvæmdarvaldinu sem að fer þá til Brussel, alveg sama hversu mikið það er eða hversu lítið, að þá er verið að segja fólk þetta og það að einhvern veginn skammast í fólki fyrir að fara aðeins upp á afturlappinnar þegar hann fer þannig og býður konunni eitthvað svona afsíðis og það sé skrítið sko bara, hei, wow, hvað er þetta? Já, og kannski einmitt á þessum punkti sko, ég meina, vinahjónin þín hafa, þú veist, það kannski er, dagstaglegi pirringurinn er stundum fyrir hendi, en svo er þetta alltaf að stígu og skrefi tilbaka og velti fyrir þér sko, þú veist, við erum búin að vera saman í 20 ár, við erum börn saman, við erum fallið heimili, þú veist, er ekki staðan einmitt góð, skilur við og mér finnst þetta er stundum það sem að er okkur svolítið framandi, okkur íslendingum að kannski vera stundum með svolítið kaldan haus á bara okkar stöðu og þannig er svo, sko, hún er eins og ég segi, sko, við getum alveg rökrætt fram í rauðan dauðanum eitthvað, þú veist, evru og seðlabanka vexti og hitt og atvinnuleysi og eitthvað svona en sko, staðan er líka svo, sko, ég meina land eins og ég segi, Ísland, Noregur og Sviss voru sem dæmi, svo ég fer aftur í þessu alþjóðlegu samanburði, sko, efst á lífskjaravísitölu Sameinuðu þjóðanna þegar hún var birt síðast. Þetta eru þau, við stöndum utan til þessa samband, sko, og þó að það séu þetta mismunandi ástæðar að baki velgengni hvers lands, en þú veist, þar er akkurat enginn að velta því fyrir sér að fara einhvern veginn að snúa alltaf á haus og fara inn í einhverja fulla aðild. Það er stundum kannski, ég veit ekki hvort það er eitthvað svona hvort Íslendingum finnst það hrokafullt að hugsa svona, það er ekki okkur tanti, við höfum verið svona Ísland var fátækasta land í Evrópu fyrir 100 árum, kannski við svona svolítið vanist í að við erum einhvern veginn við erum að klífa og við erum svona, þú veist við höfum verið kannski einhvers konar underdog ef svo morið komast, en við erum búin að ná þessum frábæra árangri og við verðum að vera líka með kaldan haus þegar við horfum á það er kannski ekki alveg upp úr þurru, kannski er þessi uppsetning okkar á hlutum, hvernig við höfum komið þeim fyrir bara býsna góð.